Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið á Samstöðinni. Ég heiti María Pétursdóttir og ég verð með ykkur næsta hálftíman og hjá mér hún Ingveldur Jónsdóttir og við ætlum aðeins að rappa hérna í föstudagsspjallinu aðgengismál og sumarfrí. Við ákváðum að vera með svona þema, við erum báðar raunar nýkomnar á sumarfrí, þannig að þetta er svona kannski eitthvað málefni sem er okkur alveg ofarlega í huga, mér allavega. Ég ætla kannski bara að byrja á því að segja frá því að ég er svona með minn sjúkdóm þannig að ég fann að finna fyrir máttmengun í fótunum og þegar ég fór í frí núna þá rak ég mig á alls konar hluti. Til dæmis að ég bókaði hótel á Akureyri og gleymdi algjörlega að spá í því hvort það væri aðgengi. Og ég þurfti að labba upp stiga með farangurum minn upp á 3. hæð, hélt ég og gerði það. Af því að ég spurði ekki og það var líka, það var kannski mistök númer 2. Ég tékkaði ekki þegar ég var að bóka hótelið, hvort það væri aðgengi og lyfta og svo þegar ég fer upp á 3. hæð og eða kem þarna í rauninni að þá hitti ég enga manneskju. Þá í rauninni bara hringi ég dyrabjöllu og mér er hleypt inn og sagt að lykillinn sé í herberginu. Þannig að ég misti einhvern veginn að því að spyrja konuna á hótelinu hvort það væri lyfta. Og þannig að ég arka upp þarna á 3. hæð með farangurinn. Svo kemst ég að því morgunin eftir að það er lyfta þarna. Hún er bara einhvern veginn á bakvið. Innaf eldhúsinu eða eitthvað slíkt. Veistu, Ingveldur, heldur þetta sé ekki svolítið algengt að... Sko, þetta er bara óbáslega misjafnt. Já. En á alvöru hótelum, þá eru þessi hlutir venjulega í lagi. Ég gerir ráð fyrir að það verið okkur svona litlu hóteli eða gistiheimili eða ég veit ekki. Þetta var bara í aðalgötunni á Akureyrarbæ. Ég gerði ráð fyrir því bara strax sko, það hlyti bara að vera lyfta, ég spáði ekki í því. Ég sá þetta bara svona fyrir mér að það væri lobby og það væri lyfta, að því þetta hét hótel. Sko, já, ok, ef þetta heitir hótel þá náttúrulega á að vera lyfta og hún reynilega var þarna bara einhvern veginn bakvið. Það er auðvitað mikilvægt þegar maður er hreyfihamlaður að fyrir ferðalag, þá þarf maður ennþá meira að undirbúa ferðalagið heldur en venjulegt fólk, svo má segja. Og ef maður fer á stórt hótel, þá getur maður gengið út frá því að hlutirnir séu í lagi. Leið og þetta orðið eitthvað minna, þá getur þetta verið eitthvað staðar á bakvið eða eitthvað skrítið eins og þú segir. Og svo ef þetta heitir ekki hótel, heldur gistiheimili, þá getur maður ekki gengið út frá neinu held ég. Nei, þá verður maður bara alltaf að spyrja. Það getur vel verið að aðgengi, maður gistir stundum á pínlitlum stöðum og aðgengir í fínu lagi, en maður þarf ekki að spyrja. Og ég til dæmis í mínu ferðalagi gisti á hóteli í Hornafirði sem heitir hótel, Smyrlabjörg, já. Þar var aðgengi alveg pottþétt, sko. Mjög gott, ég get mælt með því. En svo var ég að gista á eitthvað svona minna gistiheimili og þá var ég hefði ekkert getað verið nein, ég þurfti að vera með manninn með mér sko til að komast þarna. En þetta er svona eitt af því sem maður lærir með reynslu. Ég er alltaf búin að nota hjólastólinn nokkur ár og þá lærir maður þarf að skipuleggja sig og undirbúa sig. Maður fer því miður ekkert alveg hvert sem er sko. En það er það fína staðgengi og maður þarf bara að velja sér staði sko. Ég fann fyrir því einhvern veginn núna, ég glemdi algjörlega að skipuleggja mig út frá þessu, ég glemdi stafnum mínum heima. Hvað segirðu? Byrjandavandræði? Já, algjör svona byrjandavandræði, því ég hef einhvern veginn ekki, sko ég fengi lömin í fæturnar en þá var ég ekkert að ferðast, svo núna er ég byrjað að fá svona bara verulega máttminnkun aftur og þá einhvern veginn, já, og er samt að ferðast og þá gleymi ég algjörlega öllu skipulagi eða hugsa út í þetta einhvern veginn. Og ég sko fór ekki, ég labbaði ekki á ýmsa staði af því að ég var ekki með stafinn til dæmis. Þannig að þetta er svona, já, svo fór ég samt að setti ég alveg upp sko að því ég var svo meðvituð þetta, ég fann svo mikið fyrir þessu að ég fór svona gagngert sko að skoða rosa mikið aðgengismálin og kannski líka út frá því að við vorum búin að vera að tala um þetta daginn
að þá var ég svona, og hef verið að tala um þetta hérna í þáttunum, og þá hef ég verið orðið mikið meðvitaðri líka þetta. Já, og maður hugsar ekkert út í þetta þegar maður þarf ekki á þessu að halda. Það er nefnilega málið. Þegar ég var að byrja að veikjast, sko, að þá kom hérna, já, handrið, þau eru sniðum, aldrei pælt því, þú veist. Þetta er svona, maður bara horfir öðruvísi í kringum sig þegar maður fær nýjar þarfir, sko. Já, algjörlega. Og maður skilur kannski líka svona, maður fattar svona, já, auðvitað, það er enginn að hugsa út í þetta, því það er enginn hérna sem þarf á þessu að halda eða eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. Þetta fólk er almennt sammála því að aðgengismál eiga auðvitað að vera í lagi. Þar sem að þau eru, allavega í nýlegu manngerðu umhverfi, þar sem að þau eru ekki í lagi, þá er þetta einhvers konar hugsunarleysi. Ég meina samkvæmt byggingarreglugerð á allt nýlegt manngert umhverfi að vera aðgengilegt. En það er samt misbrestur á þessu, því fólk einhvern veginn, það hugsaði ekki nóg um þetta. Nei. Því miður. Svo hugsaði ég líka um þetta, því ég var á svona stóru ættamóti, austur á Héraði, og ég hugsaði með mér, var með, bjó í svona bústað, sumarbústað, og ég hugsaði með mér einmitt, já, ef ég væri hérna í hjólastól, þá kæmist ég ekki bara, sko, fyrir að fyrsta bara upp á pallinn undir bústaðnum. Og svo kemist ég örugglega ekki á klósettið inn í bústaðnum. Það er ótrúlega oft í svona þessum eldri sumarbústöðum svona mjóhurð inn á klósett. Þannig að maður kemst ekki á klósettið. Ég veit ekki hver pælingin var, þetta nú held ég ekki gert lengur, en það er í mörgum gömlu bústöðum, já. En ég tók samt eftir því, svo tók ég eftir því þar sem maður var svona að stoppa á N1 með einhverjum svona salernum á leiðinni, að þá var víða farið að vera með svona handþurrku neðarlega. Já. Sem alveg, sennilega, það hlýtur að vera gagngert fyrir fólk í hjólastól. Ég býst því og krakka náttúrulega líka. Og krakka líka. Og ég hef setið fundi með forsvarsmönnum N1 og þau eru mjög ákveðin í því að N1 stöðvarnar eigi að vera aðgengilegar og hafa virkilega lagt sig fram að hafa þessa hluti í lagi þar. Og almennt séð maður kannski ekki heillaður endilega af svona keðjum, sko. En kostur við svona keðjur samt sá að þær hafa venjulega einhverja staðla sem að einstakar stöðvar þurfa að fara eftir. Þannig að það er svona meiri líkur á að hlutirnir sé í lagi ef maður að fást við einhverja svona keðju sem á mörgum stöðum. En að ef þetta er svona einstaklingsstarfsemi þá er þetta meira með höfum og glöppum. Getur verið mjög gott og getur verið mjög slæmt og allt þar með. Bara eftir sem ekki fólk pælir í þessu, sko. Einmitt. Veistu til þess að því, nú vorum við einmitt að ræða það hérna daginn að varðandi sko innanlandsflugið, að það sé alveg mjög óaðgengilegt? Sko hjá hvað heitir þetta, eitthvað Connect, man ekki, stærsta flugfélagi, þá er sem sagt, þá er hreinlega starfsmennirnir bara að bera farþegann inn í flugvélina ef á þarf að halda. Einmitt. Þannig að fólk í hjólastólum, það flýgur alveg með þessari aðstoð. Það er svo sem í öllum flugvélum að ef maður getur ekki gengið þá þarf að halda, það er reyndar hjá flugleiðum í þotunum eru svona gangastólar sem er alltaf ítamanni, svona mjóir stólar. Ég veit ekki alveg hvernig það er í innanlandsfluginu, ég hef ekki farið í það mjög lengi. Hvort það er einhvers konar gangastóll eða hvort það er hreinlega haldið á fólkinu, ég bara veit það ekki. Ég ætlaði einmitt að spyrja það eins út í það, því sko nú veit ég heyrði af einhver svona dæmi daginn þar sem að kona var bara borin eitthvað þar sem hún komst ekki og ég var vitni að þessu líka í kórferðalagi sem ég fór í fyrra að þar sem sagt ein vinkona, ein kórsystir í hjólastól og það var búið að panta karaoke einhvers staðar í Berlín og svo kom í ljós að karaoke var sko upp á einhverju hanabjálkalofti. Það fari eitthvað alveg rosalega brattan stiga upp og það voru þarna einhverjir stæltir kallar að vinna á barnum og þeir bara báru hann upp. Og ég fekk strax svona tilfinningu bara, vá, myndi ég meika þetta? Þetta er svona ákveðið óþægilegt auðvitað að þurfa að treysta bláókunnugu fólki til að halda á sér. Og svo náttúrulega fullt af fólki sem að svona fyrst óþægilegt hreinlega að vera snert bókstaflega. Þannig að þetta er auðvitað síðra. Og þetta sem að kunna alveg að meta þessa hjálpsemi og allt það, þá er þetta síðri lausn heldur en ef aðgengismálin eru bara í lagi. Þannig að maður getur þurft að svona sætta sig við ýmsar aðferðir til að taka þátt.
Já, maður þarf að gera það, það er alveg rétt. Það er rosalegasta sem ég hef lent í að það var hópur af fílöndu fólki sem bar mig upp á Ingólfshöfða. Já. Þetta trú að ég var eina manneskja sem hefur farið á hjólastól á Ingólfshöfða. Það var mjög akkurat. Hvernig, segðu mér annað, hefur þú náð að ferðast skoða almennt svona einhverja útsýnisstaði eða bara náttúru á hjólastól? Já, það hefur verið hægt vaxandi undanfarin ár. Það verið að gera góða stíga hér og þar. Ég meina fyrir 20 árum þá held ég að náttúruskoðun á hjólastól hefði bara verið ómöguleg. En það alveg orðnir nokkrir staðir þar sem fólk á hjólastól getur skoðað. Ég skoðaði til dæmis Dimmuborgir í þar síðustu viku. Þar komnir mjög fínir stígar. Það alveg milli 1 og 2 kílómetrar af hreinlega malbikuðum stígum. Svo nokkri kílómetrar af góðum malarstígum þar, þannig að manneskja á góðum rafmagnshjólastól eða manneskja með öflugan aðstoðarmann getur hreinlega að farið þar bara nokkra kílómetrar. Þetta ég kom þarna fyrir einhvern tímann á síðustu öld og þá voru bara einhverju moldar tróðningar, það hefði ekki verið séns fyrir mannesku hjólastól að skoða þetta. En þetta til dæmis orðið vel gerlegt. Svo hef ég séð myndir til dæmis frá Goðafossi, þar sem ég sýnst vera fínir stígar og eins í Almannagjá sýnist mér á myndum að sé komin góður stígur. Þannig að þetta vaxandi, það náttúruskoðun svona hér og þar orðin möguleg sem ég held hún hafi reynilega ekki verið fyrir 20 árum síðan. Þannig að þetta svona hægt og rólega vaxandi. Og líka, ég held þetta hafi komið svolítið með auknum ferðamannafjölda. Það eins og Dimmuborgir, ég man þegar ég kom þangað einhvern tímann á síðustu öld, mér var eiginlega og ó hvað þetta var orðið allt niður traðkað og troðið þá. Þannig að maður ímynda sér þegar það eru komnir, ég veit ekki hvað voru það nokkur 100.000 erlendir ferðamenn sem komu hingað og fara ábyggilega að koma aftur bráðum. Það náttúrulega bara líka til að vernda náttúruna, að vera góðir stígar. Þetta náttúrulega þarna að fara hagsmunir hreyfihamlara og þeirra sem vilja ekki fá úttróðina moldarstíg út allt algjörlega saman. Ég vísti að það sem aðalástæðan fyrir þessum stígum en ekki endilega umhyggja fyrir hreyfihamluðum en við njótum góðs af. Segðu mér, eins og þegar þú ert að fara á einhverju svona staði, ertu búin að kanna það fyrirfram hvort að þetta sé aðgengilegt eða tekur bara á því? Ég ætti náttúrulega að gera það. Ég rak mig stoltið illa á í þar síðustu viku á Akureyri. Þá fórum við 6 saman út að borða á Bautanum. Og svo ætlaði ég á klósettið og þá var það bara alls ekki hægt. Þarna hefði ég átt að vera búin að hringja undan mér, en ég veit að fólk fær ekki veitingaleyfi í dag ef það ekki með salerni fyrir hreyfihamlaða. En þessi gömlu staðir sem að keyra á eldgömlu veitingaleyfi, það engin krafa af hendi kerfisins að þeir lægi hjá sér. Þannig að maður getur lent í því að maður fer á veitingastað sem að reka sig á gömlu veitingaleyfi. Það komast ekki einu svona klósett og ég lenti þessu í þar síðustu viku á Akureyri. Þannig að ég á náttúrulega að hringja á undan og kanna aðstæður og farin að gera það alltaf á gististöðum. En ég klikkaði á þessu á veitingastöð þar Bautanum vegna þess að veitingastæðir í dag yfirleitt í lagi og ég bara ekki lenti þessu svo lengi. Ég var farin að tapa valdstöðunni ef svo má segja og undan sem voru mistöðum. Þannig að maður þarf að gera það, því miður. Maður getur ekki gengið út frá neinu sem vísu nema eins og ég segi ef nokkuð stórt hótel og svona, ég trúi ekki að þau séu í lagi. Ég allavega ekki rekið með annað. En eins og ég segi, meira sér að stórir virktir veitingastæðir, þeir sjá enga sérstaka ástæðu til þess að hreyfihamlaðir komast á klósettið. Af því að þeir fengu veitingaleyfi tímann í fyrndinni þegar þetta var algjör óþarfi af einhverjum ástæðum. Ég held að það alveg hræðilegt að vera í hjólastól fyrir einhverjum áratugum síðan. Ég held að fólk hafi bara þurft að vera heima hjá sér eða einhverju hæli eða eitthvað. Já, það hefur alveg skelfileg Það hefur pottet verið mjög einangrað. Já, þetta allt annað líf í dag, ég samfæna það. Já, og þetta að lagast. Maður finnur það alveg og sér. En það ýmsir staðir sem ekki komin alla leið því miður. Og svo skiptir máli hversu stórum hjólastól maður á. Já, vissulega. Ég á mjög nettum hjólastól og ég hef alveg upplifað það í gömlum húsum að geta svona einhvern veginn tróðið mér á klósettið alveg blasa við að ég var á stórum rafmagnshjólastól, þá það ekki séns. Nei, einmitt. Svo nú alveg, sumir eru bara beinlínis á einhvers konar
rúmum eða liggjandi hjólastól? Já, það náttúrulega orðið ansi erfitt. Já. En samkvæmt byggingarreglugerð reyndar þá eiga stærstu hjólastólur að fara gegnum allar hurðir, sko. Já. Hún bara því miður ekki. Fyrsta lagi hún ekki ofboðslega gömul, þannig að gömul hús eru víða slæm og svo því miður ekki alveg farið eftir henni alls staðar. Það misprestur á því. En segðu mér annað, einhver svona staður sem að svona fyrir til dæmis sveitafélög eða aðila sem að svona fylgja eftir því að reglugerðum sé fylgt? Getur maður sett inn umsagnir staði einhvers staðar? Já, það er til dæmis fyrirtækið Travelpool. Það er búið að útbúa app þar sem það er safnað saman umsögnum aðgengi hér og þar. Já. Og það virkar þannig að nú er ég átt að ég er ekki alveg viss hvort að allir geta sett inn umsóknir. Jú, ég held að allir geti sett umsagnir inn á Travelpool appinu. Það er orðin heimikill svona banki af upplýsingum þar. Okay. Svo er Travelpool með nokkra starfsmenn sem að taka líka kerfisbundið út staði. Nei, ég held ég sé ekki fara með fleipur að venjulegur gestur og veitingastað getur hreinlega sett umsókn inn í Travelpool appinu. Þannig að Travelpool er stærsta sem ég veit hér, sko. Já, þannig að það er komið í gang alveg. Að mér skildist einhvern veginn daginn og líka þegar ég var að tala með hana Margréti þetta þegar hún sagði mér frá þessu fyrst að það væri þetta væri eitthvað svona sem væri að fara í gang, en þetta sem sagt alveg komið, þetta app Travelpool. Ég hef ekki tékkað á því nýlega. Nei. En meðan þær upplýsingar sem ég fekk einhvern tímann á fundi með þessu ágæta fólki, þá á þetta að vera komið í gang. Það getur vel verið að áætlanir þeirra hafi ekki staðist, ég þori nú ekki alveg að fara með það. Maður þarf bara að kanna, þetta er eitt af því sem ég hefði átt að kanna til dæmis áður en ég fór á stað, hvort að þetta app væri komið í loftið og það væri aðgengi á hótelinu. Það er ekki víst náttúrulega að segja þú ætlar að á hótel og auðvitað getur vel verið að segja engin umsögn komið inn. Nei, en þá hefði ég getað sett hana til dæmis inn núna. Já, þetta verður mjög gagnlegt fyrir gesti að vita ok, það er lyfta, hún er á mjög skrýttum stað en hún er það. Það er náttúrulega gagnlegar upplýsingar. Akkúrat. Þannig að eins og ég segi, það er mjög margt sem að potast í rétta átt í þessum efnum en við erum alls ekki komin alla leið. Nei. En staðan er klárlega skárri heldur en hún var fyrir, hvað ég að segja, 20 árum síðan. Sem er hún var fyrir 5 árum síðan. Er eitthvað sem þú hefur tekið eftir svona, einhver landshlutar á Íslandi verri en aðrir til að ferðast? Ég hef ekki þetta snæla mikið til að geta svara þessari spurningu. Ég treysti mér ekki til að segja til þetta. Mér hefur sýnst þetta vera byggjast kannski fyrst og fremst á viðhorfum þeirra sem að reka staðina. Til dæmis svo ég nefni nú aftur Bautan og Akureyri, sko. Ég fór nú inn á salerni þarna og starfsmaðurinn var eitthvað afsakað að setja svo gamalt hús og þetta gerir í þessu eitthvað. En ég syndist þetta nú bara að vera spurning að færa til einhver léttskilrúm, sko. Þá væri það til lagi, sko. Þannig að viðhorf þeirra sem reka staðina skipta ókvæmstlega miklu máli og ég trú að það skipti meira máli en í hvaða landshluta maður er. Ég meina, ég var á einum á Þórshöfn á Langanesi og það var ofsa fínt að gengi þar. En það náttúrulega, það er náttúrulega hlutakerfi, þannig að þar getur maður gengið út frá því hlutum sér í lagi, sko. En þessi viðhorf þeirra sem að stjórna, sem að skipta mestu máli, sko. Það er yfirleitt hægt að koma að hafa hlutin í lagi, sko. Ég komið í eldgömul hús þar sem eru mjög fín salerni fyrir hreyfihamla, nefnir sem dæmi Fríkirkjunni í Reykjavík. Það kom mjög á óvart hvað það er fínt klósett þar. Já, þú veist. Það er svona oftast er þetta bara viljinn. Ég held að fari ansi langt með þetta, sko. Það er að gera ýmislegt með þessi eldgömul hús sem við viljum fyrir hendi. Já. En ég fagna því að það eru komin á ferðamannastaði þessi malbikuðu fínu stígar, sko, þannig að það er raunverulega hægt að skoða alls konar staði þó maður sé hjólastöð. Ég held að, eins og ég segi, við getum nú þakkað öllum túristunum þetta frekar heldur en endilega mikið fyrir hreyfihömluðum, sko. Þetta tekur ekkert á móti 100.000 túrista á einhverjum moldarstíg, sko. Eitt sem ég langar að deila með, ég sá svo fína heimasíðu, Skógræktin er búin að gera mjög fína malarstíga sem eru aðgengilegir allavega fólki í rafmagnshjólastólum og náttúrulega líka fólki með góða aðstæðumenn
inn í Haukadal. Ég er mjög spennt að skoða það. Ég er ekki búin að fara þarna en ég er búin að skoða heimasíðuna og vist bara slöður það. Getur maður, er alveg hægt að fara malastíg á hjólastól? Já, þú getur sko á rammaskjólastól rústar alveg góðum malastíg og ef maður er með eitthvað til að ýta sér og ég meina maður getur líka ýtt sér sjálfur á góðum malastíg, það er bara erfitt, maður fer ekki langt. En annarkvort rammaskjólastól eða öflugur aðstofmaður og þá getur maður alveg á góðum malastíg á hjólastól. Svo er þetta að kaupa torfærudekk á hjólastóla. Já, það er nú einmitt. Það munar alltaf sko. Það hlýtur að muna dálítið miklu. Já, sjúkratryggingar taka ekki þátt í þeim kostnaði reyndar. Nú. En við splæstum í þetta hjónin áður við fórum í Þórsmörk hérna fyrir 2 árum. Já. Kostuðu 40 skall. Skildist að manninu mínum og það var allt annan að lífa að ýta mér á hjólastólum og torfærudekkjum. Já, ég skal trúa því. En sko, þetta er einn punktur líka sem að ég ætlaði að koma inn á áðan og einhvern veginn fór fram hjá mér. Það er það að sko, þetta hlýtur að vera sko dýrara að þurfa að ferðast á hjólastól upp á bara til dæmis að geta panta sér hótel af því gistiheimili eða hostel er öllum líkjum ekki með aðgengi þannig að þú eru að panta hótel sem er dýrara. Já. Gott að kaupa torfærur hjóla stólinn og eitthvað svona. Já, það er sko, það er náttúrulega alveg deginljósara að hreyfihömlun er dýr, hún kostar pening. Hún er dýr, já. Þó að maður fái vissulega þarf ekki að borga fyrir hjólastóla sinn, maður fær hann og kemur sér sjúkratryggingu. En það er bara ekki það eina sem að þarf að borga sko. Einmitt, það er bara margt annað. Já, einmitt. Svo annað, sko, ég meina hérna, ég man þegar maður var að ferðast hérna í Dens, sko, maður var bara með nesti og fór eitthvað í laut fyrir utan veginn og borðaði nesti og svona. Maður náttúrulega gerir það nú, eða það er meiri hægt að vesen á hjólastól. Maður er líklega til að borða á veitingastöðum og svona. Já, einmitt. Og einmitt, alltaf þetta, maður getur ekki pissa svo glatt út í móa, sko. Já, og svo er það náttúrulega alveg sérstök ella. Einmitt. Nei, maður gerir það ekki. Það er allavega mjög reynd. Já. Þetta er svona, maður ferðast vissulega öðru í sig, sko. Já, þetta er allavega, maður ennþá þrátt fyrir að hlutinni sé að batna, þá þarf maður að svona skipuleggja sig mikið betur og... Já, það er nú hægt að létta sér lífið töluvert með því að vera vel skipulagður, sko. Já. Það skiptir máli eins og þú rakst á þarna. Algjörlega. Já, ég held að ég hugsi mig alveg sko aðeins betur áður en ég fyrir næsta ferðalag. Já, eða skipuleggja það var betur. Algjörlega. Ég var svo rugluð að ég var ekki einu svona með kort. Ég glemdi einhvern veginn öllu sem skipti máli. Þannig að hérna, ég var með lyfið mín, það var svona alveg, yes, það er aðalatriðið. Þannig að hérna, en já, takk fyrir þetta Ingveldur. Þetta var bara hérna mjög fínt spjall aðgengismál á ferðalögum. Þetta er alveg svona... Já, fólk verður náttúrulega, það má ekki láta svona, hvað ég segja, hreyfihömlun stoppa sig, sko. Nei, nákvæmlega. Það er nefnilega stundum þannig að aðgengishindrunin getur verið í kollinum á manni sjálfum, sko. Já, einmitt. Já, bara það að þú segir mér til dæmis að það sé hægt að fara á hjólastól svona malar stíga, að það einhvern veginn stígur, sko. Já, af því ég var að horfa til dæmis á svona hérna malar eða svona möl í kringum ákveðið svæði og hugsa, já, ok, ég mun ekki geta farið þarna ef ég verð á hjólastól. Já. Það er alveg hægt að, sko, maður getur keyrt sig sjálfur á hjólastólnum á mjög góðu malarplani. Já. Ef það er orðið verra, þá er nú ómetanlegt að hafa góða aðstofmann, sko. En það er ýmislegt hægt, sko. Það má ekki láta hendur, falla í skaut, þetta var aðsnalega orðið. Maður má ekki gefast upp fyrir frá mig. Nei, maður má ekki bara setja með hendur í skauti, gefast upp, akkurat. Heyrðu, takk kærlega fyrir þetta góða föstudagsspjall. Mín var ánægjan. Já, við heyrumst örugglega síðar, aftur. Gerum það. Heyrðu, og þakka ykkur áhorfið, kæru áhorfendur, og við sjáumst í næsta þætti hjá Öryrkjaráðinu. Takk.